Heil og sæl og verið velkomin í þennan þátt landsbyggðirnar. Að þessu sinni þá ætlum við aðeins að ræða samspil löggæslu og geðheilbrigðis og kveikjan nú kannski málþing sem haldið var hérna á Akureyri og við fengið til okkar 2 góða gesti. Verið hjartanlega velkomin. Takk. Takk. Hvernig kveiknaði þessi hugmynd að halda málþing undir þessari yfirskrift? Í rauninni kveiknaði það þannig að við vorum Andi Hill, lektor í lögreglufræði við Háskólann og við vorum sem sagt að spjalla við lögreglumenn og vorum meðal annars að spjalla við lögreglumenn hér á Akureyri. Og við vorum svona að heyra hvað brennur mest og hvaða verkefni þeir eru mest að sinna. Og þetta er stór hluti af verkefnum hjá lögreglunni að sinna og vera í verkefnum tengd geðþjónustu. Það náttúrulega þetta, kannski flesti gera sig kannski grein fyrir það eru þessi tengsl þarna á milli en það einhvern veginn, það engin heilbrigðisstarfsmaður að vinna hjá löggæslunni nú eða öfugt eða hvað? Hvernig virkar þetta í dag? Það náttúrulega eitthvað samstarf þarna á milli en það ekki þannig að það sé eitthvað frá geðheilbrigðisþjónustunni að vinna við löggæslu eða öfugt, nei. Hvernig sér þú þetta samspil löggæslu og geðheilbrigðis og heilbrigðiskerfisins okkar almennt? Það var náttúrulega athyglisvert að þarna komu aðilar og svona leiðtogar í þessum málum frá Bretlandi og komu töluð á málþinginu og það var gríðarlega athyglisvert að heyra bæði hvað þau í Bretlandi eru komin langt með þessi mál, eru búin að skrifa heilmikið þetta og hugsa og komin með svona heildstæða stefnu þó að náttúrulega sum bæjarfélög það séu komið lengri en önnur, það var mjög athyglisvert að heyra það og náttúrulega athyglisvert að heyra það til dæmis að það komið á nokkrum stöðum bara teymi, hjúkrunarfræðings, geðhjúkrunarfræðings og lögreglumann sem fara þá að sinna þessum útköllum sem tengjast kannski meira geðheilbrigðismálum og árangurinn af því hefur verið gríðarlega góður. Þannig að þetta finnst mér spennandi, við erum ekki að gera þetta hérna á Íslandi og það er svona spennandi vaxtarbroddar í þessu aukna samstarfi og við hættum og það kannski á við margt annað líka innan þessara kerfa en við hættum alltaf að vera í þessum einangruðu sílóum og förum að reyna að tala saman og vinna meira saman. Ég held að svo sem enginn sé á móti því Nei, nákvæmlega. Þú búin að starfa sem lögreglumaður sjálf bæði á Ísafirði og hérna á Vesturlandi. Hvernig er þinn reynsluheimur að endurspegla þennan veruleika? Já, í sjálfu sér. Það kemur alloft til að lögreglan þarf að hafa afskipti eða kölluð til vegna vandamála, hvort sem það er tengt þunglindi, aðilar í sjálfsvígshættu, fíkn eða öðru og úrræðin eru oft þau að fólk er vistað í fangageymslu. Heilbrigðisþjónustan á landsbyggðinni sérstaklega kannski ekki stakk búin til þess að takast á við þessi mál. Ok, tökum bara dæmi. Það er einhver sem annarkvort er í sjálfsvígshugleiðingum hættu eða jafnvel búin að reyna með einhverjum hætti að skaða sig. Hvað getur, og lögreglan kölluð á staðinn, þessi segist ekki vilja lifa lengur og er í einhvers konar geðrofi eða eitthvað. Hvað getur lögreglan gert? Það fyrsta sem lögreglan gerir það er að leita til heilbrigðisþjónustunnar og fá þá viðtal við lækni. Á landsbyggðinni eru jafnvel ekki geðlæknar eða sálfræðingar starfandi við heilsugæsluna eða við sjúkrahúsin, þannig að það er þá hjúkrunarfræðingur, læknir sem tala við viðkomandi. Ástand hans metið, ef það er metið svo að hann verði ekki vistaður á stofnuninni, að þá fer aðilinn frjáls ferða sinna og oft er það þannig líka þegar aðilinn kemur inn á inn á sjúkrahús að þá hefur sagan jafnvel breyst og sagan hjá viðkomandi, hann svona upplifir sig kannski ekki að vilja fara inn á stofnun og vill frekar vera heima hjá sér eða eitthvað slíkt. Og getur það þá gerst að viðkomandi fer út og jafnvel þarf að kalla til lögreglu aftur? Já, það gerist ítrekað. Hvernig upplifun er það sem lögreglumaður að vinna þessa vinnu og hljótið að upplifa úrræðaleysi og svona hálfgert vonleysi með hvaða valmöguleikar eru í boði? Já, í sjálfu sér og það að
að hugsa það, já, ég fer með aðilann heim aftur, keyri honum heim, þurfum við að fara aftur á heimili hans eftir einhver tíma eða hvað gerist og svo jafnvel þá er reynt að tala fólk jafnvel á að koma á lögreglustöðina og vista það þar og það er ábyrgðarhluti fyrir lögreglumenn. Það er ábyrgðarhluti að vera með aðila í fangageymslu, hvort sem það er vegna þess að hann hafi framið afbrot eða vegna veikinda þá sérstaklega. Þá er lögreglumaðurinn bundinn inn á lögreglustöðina, hann sinnir ekki öðrum útköllum á meðan og þarf að hafa eftirlit með aðilanum í fangageymslu, þarf að líta til hans ítrekað, mjög reglulega, það eru verklagsreglur það hvernig fer að fara með fólk sem er vistað í fangageymslu. Þannig og einnig, já, hvernig berðu þig að? Hvaða reynslu hefurðu sjálfur sem lögreglumaður til að sinna þessum þætti? Já, nákvæmlega. Þú allt í einu þarft eiginlega að vera geðlæknir eða geðhjúkrunarfræðingur. Þú þarft allavega að geta sýnt samkennd og samskiptaform þarf að vera með þeim hætti að aðilinn, já, sé svona sáttari og finni fyrir trausti í garð kerfisins alls. Og svo er það að sjálfsögðu, svo kemur, þetta er oft sem að þetta er helgar, að kvöldi til, að nóttu til. Síðan þarf að finna þá úrræði að morgni, hvort sem það er þá eins og á landsbyggðinni að hafa samband til Reykjavíkur og athuga hvort að geðdeild geti tekið á móti viðkomandi. Oft fer þetta fólk aftur heim og þá er spurning hvernig andlegt ástand þess er, hversu lengi það heldur við. Við vorum að ræða hérna þegar við fengum okkur kaffi áðan svona goggunaröð sjúkdóma á Íslandi og hvernig það hefur kannski breyst, og hvernig við þá meðhöndlum sjúkdóma í samræmi við þá svona sýn eða virðingarstig sem við höfum yfir sjúkdóma. Já, það er margoft búið að sýna fram á það að það er ákveðin stigskipting sjúkdóma. Það sem að geðsjúkdómar eru oft lægstir á þeirri svona súlu og innan geðsjúkdóman er oft áfengis- og fíkniefnavandi lægstur. Síðan er það bara spurning hvernig þetta endurspeglast í umræðu í samfélaginu, í fjárveitingum og öðru slíku. Ég meina það er mjög handhægt til dæmis að nefna það að samtalsmeðferð, það sem maður kallar psychotherapy á ensku, er gagnreynt úrræði fyrir mörgum geðsjúkdómum og hefur oft mjög mikið rannsóknum á baku sig, ólíkar tegundir samtalsmeðferðar og það er athyglisvert að við til dæmis sem þjóð erum ekkert að niðurgreiða það skipulega fyrir fólk. Ef það væri til eitthvað slíkt inngrip sem væri frekar svona aukaverkanalaust, frekar öruggt, virkaði býsna vel í öðrum sjúkdómum, væri þá eins komið fyrir málum. Ég held ekki, sko. Og ég náttúrulega, ég var að vinna á krabbameinsdeildinni þegar ég var nýútskráður hjúkrunarfræðingur og aðeins fyrir það sem nemi og fór beint þaðan að vinna á áfengisgeðdeild Landspítalans. Og ég segi alltaf söguna það, þú veist, að við vorum vön því að borða svona luxuskonfekt alveg fram í mars á næturvöktunum, sko, á krabbameinsdeildinni sem er gríðarlega erfiður náttúrulega vinnustaður og allt það. Síðan fór ég að vinna á áfengisgeðdeildinni sem ekkert síður erfiður vinnustaður og krefjandi og ég var hérna fyrstu jólin 2004 var að vinna þar og var alltaf að bíða eftir öllu konfektinu og það náttúrulega bara kom ekki, sko. Þetta eru bara ekki sambærilegir sjúkdómar og við náttúrulega eins og við höfum kannski vorum aðeins eða ég reyni ofta að ræða við nemendum mína, sko, að það er svo miklu erfiðara að taka einkennum fólks með geðrænan vanda ekki persónulega. Manni datt þetta aldrei í hug þegar maður var að sinna fólki með verki inn á krabbameinsdeild, ekki það ég sé að segja að krabbamein sé eitthvað létt, sko. En manni datt samt aldrei í hug sem fagmaður að taka verkjunum persónulega. En það var miklu auðveldar að detta í það inn á geðdeildinni. Já, nákvæmlega. Þetta er nefnilega, þó að við séum búin að opna umræðuna svo mikið sem samfélag geðsjúkdóma og fíknisjúkdóma, þá er þetta sjúkdómshugtak okkur svolítið erfitt og það er auðvelt að detta í djöfus aumingiskapur, riðið nú upp á raskatþinni, afsakið orðbragðið. Já. Og við vorum nú að tala hvort þetta gæti, ég meina á sínum tíma þá var nú svolítið talað svona fólk með
bakverki. Já, mér finnst oft bakverki eða svona bakverki vera gott dæmi að ég man bara eftir því þegar ég var að alast upp að viðhorfið var oft þetta og fólk var veikt í bakinu, þetta væri aumingjaskapur sko. Síðan eftir því sem myndgreininga, tæknin verður betri og við getum betur séð vandamálin bara berum augum sko. Þá höfum við minni tendens til þess að dæma þetta svona og ég held að þetta viðhorfið sé eitthvað sem hafi breyst að einhverju leyti. Þó að fólk með langvinna verki sé oft að díla við það sama það sem að sést ekki að það er mjög erfitt, maður þarf alltaf einhvern veginn að vera sannfæra fólk að maður sé í alvörunni veikur sko. Já, algjörlega. En þetta flókið fyrir okkur að reyna að skilja þessa sjúkdóma sem við sjáum ekki beint. Það þarf alveg, og við höfum bara þennan tendens að nota frávarp okkar eigin reynslu til að skilja heiminn og ég held að oft sé þetta bara það einfalt. Maður hugsar, ef ég var eitthvað niðurdregin eins og ég var hérna í síðustu viku, þá bara reif ég mig upp á raskatunum mitt og fór út að hlaupa og eitthvað svona hristi mig við, fór í sturtu og svona. Og síðan það bara frábært og gott að maður hafi fundið bjargar til að díla við það, nema hvað að ég náttúrulega gerir þá ráð fyrir ef ég vanda mig ekki að það sé eins með þig, að þú sért með eins heila og ég, að þú sért með eins hugsanaferli og ég og þannig hljóti það sem virkar fyrir mig að virka fyrir þig, nema að það er bara ekki þannig. Það er bara alls ekki þannig. Nei. Nákvæmlega. Þetta verður ofsalega trikki og ég get ímyndað mér jafnvel innan heilbrigðiskerfisins. Þar er starfandi fagfólk sem er búið að læra mikið en líðast ekki alveg eins fordómar þar eins og hvar annars staðar, eða hvað? Eða á þetta? Jú, ég meina, líðast við náttúrulega styðjum ekkert við þau en við erum bara öll menn og fólk, við erum manneskjur. Já. Og hérna... Breiskar manneskjur og eru náttúrulega að reyna en ég meina, þú veist, þetta er, eins og ég segi, þetta er flókið og hérna... Ætlaði myndi hjálpa ef við gætum einmitt fara að sjá bara heilan, gætum nákvæmlega séð, ping, þarna er þunglindi stöðin að tikka inn eða kvíðin eða hvað sem þetta heitir nú allt saman og það bara væri hægt með blóðprufu eða eitthvað. Eru við, að því að við aðskiljum, það er eitt sem er svo áhugavert, við erum svo ofta að aðskilja okkur sem fyrirbæri í annars vegar eitthvað sem heitir líkamlegt og eitthvað sem heitir andlegt og við vitum að basically öll ef við hugsaum út í það hvað það er ekki hægt. Ef ég verð stressuð, ég fæ illt í baki og ég fæ hausverk. En við erum samt svo ofboðslega mikið að aðgreina þetta í eitthvað sikkort fyrirbæri. Hlýtur ekki að skipta svolítið máli að ná, og ég meina ef þú ert að glíma við langvinna verki, þá hlýtur það að hafa áhrif á andlega heilsu þína og svo andleg heilsa þá hafa, ég meina þetta var skrítið að setja þetta svona alveg í tvær skúffur. Jú, ég veit ekki hvort við séum að komast hérna of mikið út fyrir efnið en jú, ég meina við náttúrulega það til alveg endalaust rannsóknir sem styðja til dæmis svona hérna að það er tengst milli þunglindis og langvinna verkja og langvinna verkja og þunglindis. Og hérna streita er annað svona dæmi þess að við höfum endalaust rannsóknir sem sýnir fram á áhrif streitu á líkamlegt heilbrigði og hérna öfugt. Þannig að jú, ég held að við náttúrulega ákváðum og erum búin að skipta líkamannum upp í einhverja svona parta en við spurðum aldrei líkamann það þegar við gerðum það, skilurðu mig. Við bara ákváðum að gera það og það virkar náttúrulega á ákveðin hátt og meikar alveg sens að fólk sérhæfi sig í ákveðnum hlutum en síðan er kannski ákveðin tendens í kerfinu þegar að sérhæfingin er orðin svona mikil að við gleymum því að önnur kerfi skipta máli og það er náttúrulega við í geðinu þurfum mikið að muna eftir því að önnur kerfi skipta máli líka. Já, algjörlega. Þú veist, það er vandræðalegt að komast að því einhverju sem er búin að vera með í hörku samtalsmeðferð í 2 ár og ekkert gengur og síðan er tjekka á skjaldkirtlinum og þá er bara viðkomandi með vanvirkan skjaldkirtil sem er hægt að laga með bara einni lítilli töflu. Já, nákvæmlega. Skilurðu? Já, algjörlega. En hvað getum við gert? Og nú erum við búin að tala þetta svo mikið. Við verðum sem þjóð vera algjörlega sammála að það þurfi að gera eitthvað. Við þurfum að taka svona næstu skrefin í að vera fagleg í okkar úrvinnslu og skilja fordómana eftir og gera eitthvað. Eru þið með hugmyndir að þessu, hvað þetta eitthvað gæti verið? Svona samspil lögreglunnar og heilsugæslunnar þar að segja. Já, í fyrsta lagi þá þarf að koma til meiri fjárveitingar, bæði til löggæslunnar og heilbrigðiskerfisins. Og síðan þurfum við að vinna saman, heilbrigðiskerfið og löggæslan, að því að móta jafnvel verklag og
og svona sjá hvaða leiðir við getum farið. Og síðan þarf að koma til fjárveitingar fyrir já, alla að geta leita sér aðstoðar, sálfræðinga, geðlækna án þess að þurfa að greiða fyrir það. Annars geðheilbrigðisfagfólks. Já, annars geðheilbrigðisfagfólks að sjálfsögðu. Þetta er brjálæðislega dýrt. Það er bara 10 tíma samtalsmeðferð. Hvað er það? 100-150 skall, eitthvað svoleiðis? Ætli það sé ekki 15.000 krónur tíminn. Já. Og það er ekkert fyrir alla að ráða við það? Nei, og það er ekki niðurgreitt fyrir börn heldur. Ekki nema þú komir þeim inn á heilsugæsluna þar sem eru sálfræðingar en þeir eru nú þeir anna því ekki. Þannig að En hvað með þetta sem þið voru að ræða með að hafa til dæmis geðhjúkrunarfræðing og lögregluþjóna saman á vakt? Myndi þetta breyta einhverju? Þið voru að tala um að þetta hefði nú sýnt eitthvað í Bretlandi. Já, og það er náttúrulega, þú veist, ég held að lykilatriðið hérna sé að brjóta aðeins niður þessa faglegu múra, sko. Þetta er pínu eins og með líkamann, þú veist. Við ákváðum að nýrun væri hérna sér og síðan væri eitthvað hjarta- og æðakerfi einhvers staðar annars staðar og svona síðan vita það allir að þetta eru náttúrulega kerfi sem tala saman og eru háð hvort öðru og það er alveg eins með okkur þessi kerfi í samfélaginu. Og það er, ég held ég, algjört grundvallaratriði að við förum meira að vinna þverfaglega saman. Og það sem við kannski getum gert upp í háskóla erum að reyna að gera, við erum að reyna að mennta fólk þverfaglega. Þannig að það komi út frá okkur vant því að vinna í þverfaglegum teymum þar sem það er að læra hvert annað og læra með hvort öðru, leysa verkefni saman og annað slíkt. Ekki bara við séum að dróna yfir þeim einhverjum fyrirlesturum þar sem við sitja hlið við hlið, heldur að þetta sé alvöru þverfagleg menntun og þverfagleg verkefni sem þau leysa. Ég get ímyndað mér að lögregluþjónar kalli mikið, þetta hlýtur að vera álag. Maður þekkir það inn í geðheilbrigðiskerfinu, það er álag að vinna með geðsjúkum, en það hlýtur að vera þeir eru náttúrulega að gera það líka. Já, það er álag fyrir lögreglumenn og einmitt þetta að úrræðin eru heldur ekki til staðar. Það er álag og einnig það er jafnvel ekki það sem að lögreglumenn voru menntaðir til að gera, að sinna þessum verkefnum. Svona í seinni tíð þá hefur þessi umræða aukist að þetta sé hluti af því sem að lögreglumenn þurfa að fá fræðslu og þurfa að hafa þekkingu og þessi verkefni náttúrulega eltaði upp í samankomstum líka betur að það er náttúrulega og þetta eru verkefni sem lögreglumenn eru að sinna alla daga. Hvað væri mikið að gera hjá löggunni ef við myndum stroka út alla fíkla og alla sem er glíma við geðsjúkdóma? Góð spurning. Lögreglumenn gætu þá jafnvel farið að sinna öðrum hlutum. Þeir myndu jafnvel ná að vinna í eftirliti með umferðinni frekar. En svo búum við náttúrulega við það að lögreglumönnum hefur fækkað síðustu ár. Og menntun lögreglum, við erum ekki að fullmanna lögregluliðin á landinu með menntuðum lögreglumönnum. Þannig að þar erum við líka komin með aðstæður þar sem við erum að setja fólk sem er að vinna þessi störf í það hlutverk að sinna þessum þáttum og það hefur ekki menntunina til. Það er náttúrulega bara óásættanleg staða. Það er óásættanleg staða. Nákvæmlega. En hvað með, við erum nú að tala svolítið um landsbyggðirnar. Hver er sérstaðan hvað varðar bæði geðheilbrigðismál og löggæslu utan höfuðborgarinnar? Hver er sérstaðan? Já, eða hvað er ólíkt? Ætli það sé ekki að úrræðin eru ekki eins mörg. Á höfuðborgarsvæðinu og hér á Akureyri þá eru starfræktar geðdeildir og þá er allavega hægt að fara með aðila þangað eða hafa samskipti við fagfólk á þeim stöðum. Út á landsbyggðinni þá erum við ekki með þessa sérdeildir sem sinna þessum málum og það er nóg að gera hjá heilbrigðisstarfsfólki á þessum stöðum líka. Þannig að þetta er aukaálag líka að geta jafnvel ekki gripið fólk, að fólk geta ekki sem sagt, tekið við fólki á heilbrigðisstofnunum og þurfa að vísa því frá. Og þetta úrræði svo að þurfa að hafa samband á höfuðborgarsvæðið sem að þýðir það jafnvel að þú þurfir að fylgja viðkomandi á geðdeild. Þá þarftu lögreglumenn í það, þannig að
þá eru ennþá færri lögreglumenn eftir á þeim stað þar sem að þetta kemur upp. Ég vann þegar ég var á Vesturlandi. Er það aldrei, má ég spyrja, kemur aldrei þá lögreglumaður að sunnan og sækir? Það kemur alveg fyrir líka. Já, já. En það er þá samvinna á milli embættanna og ástandið er þannig núna að lögreglan á höfuðborgarsvæðinu getur ekki heldur mist fólk í burtu af sínu svæði. Nákvæmlega. En hvernig er þetta, hvað var það geðheilbrigðismálin almennt? Burtséð frá löggæslunni, er þetta mikill munur á þjónustustigi, höfuðborg versus landsbyggðir? Ég held að það sé bara mjög mismunandi eftir hvar á landinu þú ert, hvert aðgengið er. Hvaða stofnanir eru það hverju sinni og síðan er þetta dálítið tilviljunarkennt. Einhver ákveður að fara að vinna einhver staðar eða koma einhver staðar í einhver tíma og þá kannski skánar þjónustan sko í einhvern smá tíma en kerfin okkar kannski er ekkert alveg komin á þann stað að þó að sé verið að vinna í þeim málum að við séum í rauninni að hugsa heildstætt landið þegar það kemur að þessari þjónustu. Og það eru náttúrulega margir með mjög slakt aðgengi. Þannig erum við aftur að setja allt í skúffur? Já, við erum alltaf að setja í skúffur og eins og ég segja að það sé eina lausn en að eitt af því sem við höfum til dæmis gert hérna á Akureyri og hefur verið svo sem gert víða að það hefur verið að reyna að setja upp svona þverfagleg teymi og verið að reyna að nýta þá hæfileikana sem eru á staðnum, sem þó eru, ég er ekki að gera lítið úr því hvað vantar en það er náttúrulega ekki alltaf hjálplegt að fókusa á hvað vantar, þau vitið. Á einhverju tímapunkti þurfum við líka að fókusa á hvað er og hvað við getum notað og ég er ekki að gera lítið úr skorti og aðgengi, það er svo sannarlega vandamál en það er líka stundum ákveðið svona talent á svæðinu sem væri hægt að nota en þá aftur þurfa kerfi að tala saman og þá þarf að koma fjármagn í það að búa til þessi teymi og halda utan hlutina og allt það. Þannig að það er spurning hvort að það sé einhvað svigrúm til að hugsa aðeins öðruvísi það en enn og aftur og þá þurfum við aðeins að breyta því hvernig við erum að nota fjármagnið okkar. Algjörlega. Talandi það, við vorum að tala þessa goggunarröð áðan og innan geðsjúkdómanna væru til dæmis fíklar kannski neðstir en á sama tíma eins og á Íslandi þá eru ansi töluverð úrræði fyrir áfengis- og fíkniefnaneytendur það er til dæmis Vogur, það eru eftirmeð þannig að ef einhver segjum að glíma við alvarlegan fíkniefni eða áfengisvanda hann getur farið á Vog í 10 daga, farið í 4 vikna meðferð eftir það í þá á Vík eða Staðarfelli eða einhverjum stöðum. Eftir það er göngudeilda meðferð í boði eða jafnvel áfangaheimili. Þarna er ákveðið system í gangi en svo kemur að öðrum geðsjúkdómum eins og segjum bara þunglyndi eða kvíða. Þetta er ekki svona. Já, það er samt ákveðið svona, eða þú veist, ég er ekki að verja kerfið, ég ætla svo sem ekki að fara í það. Ég ætla heldur ekki til að ráðast á það, við erum bara þannig að... Nei, en það eru náttúrulega svona ákveðin úrræði, Kleppur er náttúrulega með ákveðna eftirfylgd og endurhæfingu og Reykjalundur er með það líka, mjög öflugt svona til dæmis þunglyndis meðferðarprógram sko, svona endurhæfingu eftir það. Þannig að, og síðan eru þessar geðverndarstöðvar eins og Grófin til dæmis hér og Hugarafl fyrir sunnan og svona sem eru að koma lautin hérna líka, sem eru svona eftirfylgdarstaðir og er oft stuðningur þar. Þannig svona eftir meðferð, ef við setjum þetta líkjum þessu saman, væri þá Kleppur til dæmis Er það svona svipað eins og eftir meðferð? Það fyrir svona eftir á hvaða deild þú ert og í hvaða endurhæfingarfasa þú ert sko. Síðan, en það gæti verið það í einhverju samhengi og síðan eins og ég segi eru aðrir staðir líka sem reyna að sinna þessu og mjög spennandi umræða núna bara Kristnes hérna daginn. Þannig að ég held að við sko, ég er bjartsýnismaður sko. Og ég held að við séum að þokast í rétta átt. Ég held að við séum aðeins að breyta því hvernig við skynjum geðsjúkdóma. Ég held að við séum að fatta að þetta eru sko innan gæsalappa alvöru veikindi líka. Auðvitað eru þau það. Veist, og ég held að kerfin okkar séu aðeins að opnast en þetta tekur oft langan tíma og það er rosalega mikið fólk hérna úti að þjást. Og rosalega mikið af fólki að núti sem hefur ekki aðgengi að þjónustunni sem það þarf, bæði aðstandendur og þeir sem eru að glíma við vandann.
Og eins og ég segi, fyrir mér einn af þessum grundvallar hlutur sem við gætum gert sem samfélag bara til dæmis að við myndum ákveða saman að samtalsmeðferð væri hluti af almanna tryggingakerfinu okkar. Já. Og það bara ákvörðun. Það má alveg endalaust tala um að það sé ekki pening fyrir einhverju, en við getum líka bara ákveðið að við ætlum að eiga pening fyrir þessu. Það gagnrýnt, það fullt af rannsóknum sem styðja það, þú veist, og það einn af þessum hlutum sem gæti hjálpað og náttúrulega gæti hjálpa líka aðgengin út á landi. En maður er að pæla í því, ef þetta væri skurðaðgerð, það væri, þú veist, skilurðu, ef það væri búið skurðaðgerð við þunglindi sem sýndi fram á svona prósentu árangur, myndi ríkið leggja út í það versus sko samtalsmeðferð sem hljómar eins og setjast í sófanum bablir og eitthvað sem sé ekki svona alvöru. Það er ekki hvít tafla eða skurðaðgerð. Maður er að velta þessu fyrir sér. Væri það löngu komið í gegn ef það væri skurðaðgerð? Já. Það er spurning. Maður spyr sig. Já, en það er einmitt spurning líka. Ég held að svara sé já. Já, líklega. En spurningin er líka, hvar setjum við fjármagnið? Erum við tilbúin til að setja það þarna? Þetta er þá nokkurs konar forvarnavinna líka af því þetta verður dýrt fyrir kerfið okkar líka þegar fólk þjáist í mörg ár og er alltaf að berjast í þessu. Í stað þess að geta jafnvel fengið þessa meðferð strax í byrjun. Og svo nú margir búin að tala þau rök að á endanum sé þetta þó við tækjum alla tilfinningasemi út úr þessu og það að mannverur geti dáið eða eitthvað þá veruna, ef við tekjum bara hardcore reiknistæmi í Excel að þá ætti endurhæfing eða meðferð við geðsjúkdómum eða fíkniefnum að skila sér bara í kassan. Klárlega og það er allir sammála þetta. Það er ekki á móti þessu. Það er bara eins og að vera á móti vorinu eða sólinu. Og kærleikanum og frið og jörðu. Ég er á móti því. En samt erum við ekki að gera þetta. Nei. Og það er eitthvað sem er erfitt eins og ég var náttúrulega út í Bandaríkjunum í mörg ár og kom aftur heim og sjá það að við erum ennþá ekki að niðurgreiða samtalsmeðferðina. Það er mjög skrítið. Já. Við erum búin að spjalla ýmislegt, kannski ekki búin að leysa heimsvandann, en samt sem áður, svona strá einhverjum fræjum. Þið hljótið að vona að eitthvað breytist og fari til betri vegar. Já, að sjálfsögðu vonum við það. Og við náttúrulega erum að reyna að gera okkar besta upp í háskóla til þess að koma þessari þekkingu áfram og eins og Gísli talaði að fá þessar fagstéttir til þess að opna þess fyrir svona, þekkingu hvors annars og að vinna saman. Og það var mjög gaman. Það komu fulltrúar til dæmis frá Landspítala og frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu og frá sjúkrahúsinu á Akureyri og á þetta málþing sem við byrjuðum á að tala sem við lokum reynum aftur og mér fannst heilmikil von í því. Og það vilja allir eiga þessar samræður og það vilja allir byrja svona að finna út úr því hvernig við getum gert það sem best og það er bara spennandi. Og einnig að sjá það að þetta er annar staðar, lögreglan annar staðar, hvort sem það er á Norðurlöndum eða í heiminum, er að glíma við sömu verkefni. Það væri mjög svalt að læra af þeim líka. Það væri mjög svalt. Byltingakennd hugmynd. Takk fyrir komuna. Og með þessu þá ætlum við að ljúka landsbyggðarþættinum í dag. Sjáumst í viku.